Hvernig berum við saman lífaldur dýra? Það er stundum talað um að 1 ár hjá hundi sé sambærilegt og við 7 ár hjá okkur. En besta leiðin til þess að mæla þetta, hvort að dýr lifa hlutfallslega jafn lengi, er að telja hvað hjartað slær oft yfir ævina. Og það er þannig að hjá langflestum dýrum, það er að segja spendýrum, þá slær hjartað nokkurn veginn 1 milljarð skipta. Þá deyja dýrin. Hjá litlum dýrum eins og músum slær dýrið hjarta hratt og þá lifa þau ekki eins lengi eins og til dæmis fíll. Hjarta hjá fílum slær mjög hægt og þeir lifa frekar lengi. En föllum við undir þetta? Nei. Við lifum í dag á Íslandi að meðaltali í rúm 80 ár. Þá er hjartað búið að slá næstu í 3 milljarða skipta. Það er að segja næstu í 3 sinnum lengur. Við hjá okkur mannfólkinu er hjartað rúm 30 ár að komast í milljarð slaga. Erum við einu spendýrin sem að förum út fyrir þennan ramma? Nei, margar leðurblökutegundir fara ennþá lengra heldur en við og rottutegund sem heitir snoðnaga. En flest önnur spendýr eru með bara 1.000.000 slög. Erum við nýbúin að breyta þessu? Nei, það er nefnilega ekki þannig að þó svo að meðalaldur hafi verið lægri hérna áður og sé jafnvel ennþá í sumum löndum ekkert mikið meira en 30 ár, þá er það ekki þannig að allir deyi við 30 ára aldur. Heldur er meðalaldurinn lágur eða var lágur af því að mikið af börnum dó úr alls konar sjúkdómum og jafnvel slysum. Þannig að meira að segja fyrir 1000 árum þá var fólk sem varð 60, 70, 80 ára. Egill Skallagrímsson varð sirka 80 ára, bara sem dæmi. Þannig að það er ekkert nýtt að fólk verði gamalt. Það er nýtt að margir verði gamlir. Og það hefur eitthvað með lækningar og lyf og annað að gera. Þannig að það er þannig að við lifum almennt lengur heldur en flest önnur spendýr.